stödd hérna í menningarhúsinu Hofi en framöndan eru styrktartónleikar í Hamraborg 8. nóvember klukkan 4 og við ætlum aðeins að fræðast þetta mál, herramenn. Byrjum kannski aðeins á þér. Það er búið að vera töluverð umræða komu flóttafólks til Íslands og Akureyri tók á skarið og sagði við viljum taka á móti flóttafólki. Flestir hafa kannski fylgst með gangi mála í fjölmiðlum en getur samt aðeins súmmerað þetta upp hvernig þetta lítur út gagnvart ykkur í dag. Þið tóku þátt í að taka á móti hópi fólks hérna fyrir nokkrum árum sem gekk gríðarlega vel. Hver er staða núna? Já, takk fyrir það. Það hefur verið staðfest að 55 manna hópur sé að koma. Tímasendingin er ekki alveg ljós en menn tala ennþá desember. Einhverjir tala að gæti nú dregist yfir í janúar en við horfum á það verði desember og erum að undirbúa okkur fyrir það. Við erum byrjuð að taka á móti húsbúnaði sem þarf í væntanlegt húsnæði sem fólkið á að búa í og munum á öllum líkindum bara í næstu viku auglýsa eftir fólki til að styðja okkur. En þetta snýst kannski stórum hluta ef ég skil þetta rétt hvernig ástæðan fyrir þetta gekk svona vel síðast var náttúrulega starf Rauða krossins ímyndaði mér á Akureyrarbæjar og síðan ekki síst stuðningsfjölskyldar sem tók á móti fólkinu. Já, ég held að þetta sé nú bara í rauninni samfélagsverkefni. Það er samfélagið allt sem að tekur á móti fólkinu. Samvinnan var mjög góð eins og segir milli Rauða krossins og bæjarins og fólksins sem að koma að þessu. Mikilvæg partur af því eru þessar stuðningsfjölskyldur og við horfum náttúrulega til þess að reyna að nýta þetta módel sem við höfum einu sinni keyrt áður, takk það fram, við höfum ekki meiri reynslu það, við höfum gert þetta einu sinni og eins og þú segir, tókst held ég með þess að bara nokkuð vel. Man segir að þetta tekist vel, fólki býr flest hérna ennþá og segist vera ánægt samkvæmt könnun og það hlýtur að vera frábær árangur og vonandi að það verða sama áfram. En Rúnar, þetta vakti athygli þína, þessi staða eins og svo margra annara Íslendinga og já, kannski heimsins alls. En þú ákvast að láta ekki þar við sitja heldur að gera eitthvað. Segðu mér hvað þú ákvast að gera. Herri, ég ætla að hjóla bara í tónleika. Ég startaði svokallum styrktarsjóð, fékk Rauða krossin með mér í það og þau bara opnuðu bankareikning sem að við ætlum svo að reyna að fylla peningum einhvern veginn. Fyrsta skrefir eru tónleikar allavega hérna í Hamraborg á sunnudaginn næsta. Og fyrir hverju er verið að safna? Þessi sjóðurinn er hugsaður, hann er svolítið kannski breytt svið en hugsaður fyrir börn og unglinga sem að koma hérna með fólkinu, flóttafólkinu. Þetta er náttúrulega mikið fjölskyldufólk. Og hann er hugsaður á að gefa þessum krökkum sem koma hingað kannski sömu tækifæri og börnin okkar hafa. Rauði krossinn og Akureyrarbær eru væntanlega að fara að sjá þessu fólki fyrir eins og nefnir, húsbúnaði og húsnæði og kannski mat og öðru fatnaði. Ég er kannski meira einblína á að krakkarnir og unglingarnir sem hingað koma njóti bara sömu tækifæri á börnin okkar, hvað varðar frístundir og íþróttir og menningu og kannski er þetta að halda eitthvað námskeið fyrir þessa krakka og blanda saman hópum af okkar börnum hérna og svo. Og hvernig leggst svona framtaki í þig? Já, okkur þykir þetta náttúrulega bara mjög merkilegt. Bursið frá tónleikunum og hvað safnast, bara hugmyndin og hjartahlýjan að láta sér þetta í hug. En segðu aðeins að tónleikunum sjálfum, þetta er náttúrulega ekki bara á söfnun, þetta verður tóm skemmtun og gæði líka. Segðu okkur frá því hvernig tónleikar þetta eru? Já, þetta verður það er mjög erfitt að útskýra hvernig tónleikar þetta verða. Við erum með 5 mjög ólíka söngvara, reyndar 7 var að bætast í hópinn. Við fengum 2 unga stráka til að vera með okkur, koma mjög óvart, vonandi, rapparar hérna á bænum, fulltrúar ungu kynslóðarinnar. En svo fekk ég með mér Magna Ásgeirs, sem allir þekkja, og Ernu Hrönn, Stefán Jakobsson og Reimur, Örn Heimisson, svo ætla ég að vera líka. Og kynnarnir eru líka ekki að vera endanum? Nei, Saga Garðars og Dóri Díana, þau sá til þess að verður allavega gaman á milli atriða líka. En þessi kassi, hann er ekki bara hérna til sýnis sem skraut? Nei, já, jú, reyndar, er hann nú kannski aðalega til skrauts hérna. En við ætlum að láta hann minna okkar á eitthvað. Já, þetta er nú bara svona ný útgáfa af söfnunarbaukum sem við ætlum að reyna að koma fyrir svona á fjölförnum stöðum. Þannig að ef að fólk er með klink í vasanum, sem að fæstur reynda með nú í til dags. Setja bara korti beint onni. Já, þannig að fólk þekki þá kassana og
flesti þekkja merkið. En við kannski spurningum bankareikning eða eitthvað aðrar upplýsingar sem við viljum hafa. Ég sé að þú ert komið með miða hérna allavega. Já, væri ekki við hæfi að láta þetta renna hérna neðst á skjánum. Jú, við fáum Gústa afmælisbarn dagsins til þess að setja eitthvað hérna undir rosalega, er ekki hérna cirka, og þá getur fólk fengið þær upplýsingar svo við séum ekki að telja þetta upp. En sem sagt, sunnudaginn 8. nóvember í Hofi klukkan 4, mæta, njóta og styrkja gott málefni. Já, og við ákveðum að hafa líka miðaverið, það er 3.990 krónur sem er hálfvirði með við flesta tónleika sem eru hérna, og kannski var hugsaði með þess að foreldrar getur jafnvel komið og tekið börnin sín með eða eitthvað, reynda að gera smá fjölskyldustemningu úr þessu, og held að þessi mikið þetta ítreka að þetta er samfélagsverkefni. Samfélagi verður alltaf að taka á móti þessu fólki. Það er ekki bara Rauði krossinn eða við verðum öll að gera, og hvort sem að fólk er á móti því eða með því að við sem að taka á móti mikið af flóttafólki, þá er það staðreyndin að við erum að fara að gera það, þá skulum við gera það vel. Það er gríðarlega mikilvægt.